Gott alltaf að gifla sig Gott svona. að gretta sig pínlítið Já. áður en mynda fyrsta. Já. Við ætlum að tala um fullatunglið. Fullt tungl í Bógmanni, 23. maí, klukkan 13:53. Þannig að við verðum nú örugglega flest vakandi svona Já. yfir hámark fullatunglsins. Já. Og að þessu sinni það í Bógmanninum og víst alltaf Bógmaðurinn svolítið skemmtilegt merki að fara í gegnum og að því Bógmaðurinn svona, þetta náttúrulega eldmerki og kemur með svona skemmtilega orku, framkvæmda orku, gleði sem afskaplega mikilvægt fyrir okkur núna, svona bjartsýni, vill sjá stóru myndina og hann vill svona kanna nýja hluti. Já, en leið Bógmaður líka sá sem leita sannleikans. Já. Og hann tilbúinn að leita víða og grafa djúpt til þess að sannleikurinn komi upp á yfirborðið. Og hann krefst svara, þannig að nú eins og áður, það verið að byggja svona upp í orkunni síðustu mánuði, þetta við þurfum að vita hver sannleikurinn okkar við þurfum að vita hver gildin okkar við þurfum að vita þessa hluti, við getum ekki verið bara í endalausum spírar hérna inni og sagt, ég veit ekki, og fundist bara, þetta er bara fínt og hafa ekki skoðun. Að við svona smásamanurinn að komast við því og ég tala bara persónulega reynslu með það, að það alltaf verið að krefja okkur núna að bara, og hvað? Ok. Og hvað ætlar að gera við það? Já. Þetta alveg tími til þess að stíga tilbaka og horfa á stóru myndina sem lífið okkar, hvað viljum við fá út úr því og hvað viljum við kanna, hvað viljum við læra, hvert viljum við fara í þessu lífi? Já, og Bógmaðurinn líka svolítið að vekja athygli okkar af því að það enginn sem takmarkar okkur nema við sjálf. Það við sem tróðum okkur í kassan og við erum þau einu sem getum stigið út úr kassanum aftur. Og hann rosalega duglegur að ýta við okkur með þetta og það má alveg búast við því að við finnum ákveðið svona tilfinningarót, ákveðið rót í taugakerfinu og annað. Og við gætum jafnvel orðið svolítið dramatísk á tímabili þannig að okkur finnist bara við erum svolítið í þessum gír núna í kringu þetta fulla tungl að vera að gera úlfalda ormíflug. Og þá einmitt gott að hafa þennan kost Bógmannsins og þessara orku að bara stíga tilbaka, horfa á stóru myndina, horfa á hlutina eins og þau raunverulega en ekki eins og okkur finnst þeir vera vegna þess að við erum orðin svolítið rifin og tætt innra að reyna að leita þessara svara sem við erum svolítið annarkvort óþreyjufull að finna eða neitum að horfa á þó við vitum hver þau eru. En það má alveg segja Bógmaðurinn elskar ævintýri og það getur verið bara mjög skemmtilegt ævintýri að fara og skoða okkur hvar við erum, hvert við viljum fara, hvað við viljum gera og fara í þess að nýta orkuna til þess að leyfa okkur að stíga inn í það að gera breytingar sem okkur langar til. Og þarna komum við aftur á sannleikanum, það til dæmis eins og við vorum að segja að leita að svörum sem við höfum kannski ekki fengið áður. En líka bara eiga þessi samskipti, að bara hafa samband við það fólk sem við þurfum að koma, ef við þurfum að koma ykkur frá okkur, að fara þangað og það góður tími til líka að finna lausnir með öðrum. Já, þetta orka núna einmitt að góður tími til að segja það sem við erum kannski búin að bíða með að segja, við erum langað til að segja eitthvað sem hjartanu langar að segja. Þá erum við ekki tala um að þetta sé góður tími til að í tilfinningarótunni að fara og segja allt sem maður ætlar að segja. Heldur að bara það sem hjartað búið að kalla á ykkur að segja hvað sem það við vini, maka, ættingja, vinnufélaga, ef það eitthvað sem þið virkilega vitið þurfið að segja, þá núna góður tími og það mikilvægt að muna meðan að róti gengur yfir. Það ekkert endilega allir sem finna þetta tilfinningarót. Það fer bara aðeins eftir því hvernig stjörnukortið þitt lítur út og hvað steingetinn lendir. Steingetinn? Nei, fyrir Bógmaðurinn. Hvar Bógmaðurinn lendir í því. Hvernig þú upplifir þetta tungl. En það bara rosalega mikilvægt að muna í svona róti að það tekur alltaf enda. Við erum ekki föst inn í einhverjum endalausum spírarheldur. Við þurfum bara að bíða þetta af okkur. Og meðan við gerum það, þá einbyttum við okkur að gleðinni, hvað það sem nærir okkur, hvað gleður okkur, hvað gaman að gera. Við förum út í náttúruna, pössum að umgangast fólk sem okkur skemmtilegt og gott að umgangast og kannski förum við þess inn í sköpunarkraftin okkar og leyfum okkur að skapa. Stjörnurnar nú nefnilega að styðja við það. Bæði Venus að hjálpa okkur, Venus og Neptúnus með sköpunina og svona grípa tækifæri til að leyfa ímyndunaraflinu að gefa þeim bara svolítið lausan taum og líka þessi Venus að fara inn í tvíburan, þá hún að styðja einmitt við öll þessi samskipti en líka það vera að ýta við okkur, að þetta gerist á sama tíma að
eiga þetta góða spjall, fara út og gera eitthvað fyrir okkur eins og þú veist að segja, þú veist, hvað okkur búið að langa? Okkur búið að langa til að fara bara í spæð eða okkur búið að langa til að fara á fjall eða fjallgöngu eða hvað þetta? Eina vin sem okkur búið að langa svo lengi til að hitta. Já. Hvað að stoppa okkur alltaf? Það svona þessi léttleiki sem að hjálpar okkur oft og líka dregur okkur út úr þessu að það sé svo margt sem þarf að gera og það þú veist, þessi verkefni að takast á við og allt það, bara aðeins að fá að skýra hugan. Já, og við getum líka bara deilt með ykkur smá sannleika lífið, eitt svona viskukorn, það verður aldrei lítið að gera. Nei. Þetta snýst bara að þú forgangsraðir þeim verkefnum sem þú vinnur að hverju sinni og setir þig, þína velferð og þína gleði, þína hamingju, alltaf í fyrsta sæti. Því að ef að þú upplifir ekki gleði og hamingju, þá ert þú ekki að lifa þínu besta lífi. Og þá verður allt annað svolítið svona. Og það líka ekki hægt að bíða alltaf eftir rétta tíma. Við erum svo mikið búin að heyra að við að bíða eftir, já, ég að bíða eftir. Við bíðum ekkert endilega bara eftir, lífið bara gerist þó meðan við bíðum. Já. Og kannski bara missum við að því. Já, og það kemur einmitt mjög mikið af fólki til eitthvað sem að segja, já, ég veit ég þarf nú að fara að gera þetta eða vinna í þessu eða mér langar að fara þetta námskeið, hvað sem hjá okkur einhvers staðar annars staðar, skiptir ekki máli. En það einmitt alltaf, já, bara ég byrtir rétt tímabinn komi, bara þegar verður rólegt. Og við segjum það aftur, ok, á skalan 1-10, hversu líklegt það að þú upplifir einhvern tíma 9-12 mánuði í þínu lífi, það sem allt bara rólegt. Og vitir það fyrirfram líka. Og vitir það fyrirfram, nógu langt fram í tíma til að geta planað eitthvað. Þannig að við þurfum bara, við búum til rétta tíman fyrir okkur til að gera ákveðna hluti. Og það er bara við sem ráðum því. Og ef það eitthvað sem hjarta okkar þráir að gera og við erum alltaf að bíða eftir rétta tímanum, hættum að bíða, förum að skipuleggja hvernig ætlum við að gera þetta og sendum út í heiminn hvað það sem hjarta okkar þráir og heimurinn mun þá bara færa okkur þau tæki og tól sem við þurfum til að geta látið þetta gerast. En við verðum að skapa okkur þessi tækifæri sjálf og það verið að ýta í okkur akkurat núna til að skapa tækifæri til þess að hafa gaman, til þess að skapa, til að leyfa okkur að stíga inn í það, leyfa hugmyndunum að flæða eða hvaða hátt sem við sköpum, það getur bara verið að vera í eldur svona, þú veist, í heila helgi eða hvað sem mann langar að gera, en líka að nota tækifæri til þess að svona skapa þennan frið sem við þurfum og taka og hvíld, því að við þurfum að vera tilbúin til að takast á við verkefnin og það þýðir að við þurfum að hvíla okkur, fara út í náttúruna eins og þú veist að segja, nær okkur á þann hátt og skapa frið á þann hátt sem að við gerum best og ef þú kannt ekki að skapa frið þá að gera byrja. Það svolítið mikilvægt að hafa tækin og tólin sem að við þurfum til þess að geta skapa kyrrð og ró innan með okkur. Já. Því við göngum ekkert endalaust á varatankinum. Við höfum ekki góða reynslu. Við höfum reynslu af því að þegar varatankurinn klárast og varatankurinn þar á eftir þá bara hrynur lífið. Heilsan fer og það erfitt að komast tilbaka þaðan. Þannig við mælum ekkert sérstaklega með því. Mælum frekar með svona forvarnaraðgerðir. Eins og að fara út í náttúruna. Mjög mikilvægt. Þá nú sniðugt að fá sér hugleiðslur til að tengist náttúrunni, eða ekki? Það alveg rétt. Já. Það mjög smooth transition hér. Ég bara var að hugsa akkurat þegar ég var að horfa á þetta skapa frið, voru að lesa og hlusta og allt þetta. Þetta með að skapa friðinn innan með sér með því að fara út í náttúruna, gera eitthvað skemmtilegt og segja, vá, hvað við vorum að gera þessar hugleiðslur. Já, við vorum alveg on it. En við vorum að gefa út nýjan hugleiðslupakka, svo við komum okkur á enninu, sem heitir Tengjast-náttúrunni og núna aðgengilegur á heimasíðunni okkar. Og þar eru 4 hugleiðslur þar sem við erum að tengjast ólíkum fyrirbærum náttúrunnar. Það eru hver svona, það enginn þeirra lengri en 13 mínútur held ég, þannig að þetta svona bara alveg, þetta mjög hentugt og við förum með þær út í náttúruna og við notum þær til þess að hjálpa okkur að tengjast ná svona dýpri tengingu við náttúrunni kringum okkur. Og svo ein hugleiðsla þarna aukalega sem heitir ferðalag innan kristalmóður jarðar. Það líka dásamlega gott að dvelja þar. Já. En hugleiðslurnar hægt að nota hvar sem og hvaða tíma ársins sem hvaða landi sem þannig að það hægt að nota þær á mjög fjölbreyttan hátt. Ég hlakka mjög til að fara til dæmis í þær í Skotlandi. Eftir bara 2 vikur. Já. Ég tók það mjög. Bara smá spenntar. En akkurat þetta að tengjast náttúrunni, að finna þennan frið sem það
skapanir með okkur. Já. Og því að sumum finnst rosa gott að lesa bók, mér finnst það til dæmis mjög gott, sko, það róa mig. Öðrum finnst gott að horfa á sjónvarpið, ég alveg búin að komast að því að það ekki gott fyrir mig að horfa mikið á sjónvarpið, sko. Ég held að ég sé rosa mikið að slaka á en svo gleymi ég það líka að fara að sofa einhvern tímann. Svona. Þetta bara að finna þessar hluti sem eru góðir fyrir okkur því að það voru rosa mikið álag á líkamanna okkar í miklum sólstormum. Taugakerfið alveg titrandi og alla daga. Ég meina meðan þetta að hafa því líka áhrif á fjarskiptakerfin, akkur eftir ekki hafa þessi áhrif á okkur, bara eins og tunglgangurinn. Þetta hefur allt áhrif á líkamann. Og það þýðir að taugakerfið verður þannig á þessu kannski við áttum okkur á, við þurfum á því að halda að fara út í náttúruna, að sinna okkur, að veita gleðinni athygli. Já, og svo bara, þess vegna þurfum við líka að vera ekstra meðvituð á þessu tilfinningatungli sem að koma vegna þess að það eru líka búin að vera sólstormar og eru ennþá sólstormar sem að hrista upp í okkur að þess þá heldur að fara út að finna okkur þessa litlu vasa yfir daginn þar sem við getum fundið ró hvernig sem svo við gerum það og virkjum svolítið barnið í okkur og svona ævintýra könnuðinn og hugsum bara, ég nota motto aðeins afa oft sem alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum einsta degi meðan hann lifði og hugsum bara á hverjum degi hvað get ég lært nýtt í dag og það þýðir ekki að þú þurfir að skráða eitthvað námskeið eða þú veist, þú getur til dæmis heyrt í fugli og bara, já, heyrðu, mér langar að fugla við og finna út hvað fuglið er. Þá ertu búin að læra eitthvað eitt nýtt. Eða það er eitthvað sem er alltaf langað til að vita fara að googla það, fara að skoða það. Alls konar svona hlutir. Það er alveg svo margt hægt að gera. Við höfum aðgang að svo mikið upplýsingum, en þá komu upplýsingalæsi og það var nýtt. En allavega, já. Við ætlum að minna á að við erum í beinni á Facebook og núna Instagram á hverju miðvikudegi klukkan 12. Tala eitthvað skemmtilegt málefni sem að okkar fylgjendur velja. Já. Við ætlum líka að minna ykkur á að fylgja Starkode skólanum á Facebook og Instagram og YouTube. Já. En því fleiri fylgjendur sem við höfum, því meira elskar algoritminn okkar og þá birtust við hjá fleira fólki og við einhvern veginn höfum það að trúa að þurfum bara miklu fleira heyri. Já, en það er líka eins og með miðvikudagsspjallið við og náttúrulega alveg rosalega mörg miðvikudagsspjall alls konar efni. Já, 25 held ég eitthvað svoleiðis. Já, þannig að það er mikill banki ef við hefum áhuga að hlusta á umfjöllun allir mál. Eins og við vorum að tala til dæmis gildi nýlega því við vorum að minnast gildi á þann. Já. Og af hverju þau eru mikilvæg. Alls konar. Það er playlisti sem heitir miðvikudagsspjalli inn á YouTube. Undir síðan okkar þannig endilega bara kíkið á það. Já. Og sendið okkur spurningar og pælingar ef það er eitthvað sem þið vilja að við tölum Við erum alltaf mjög spenntar að fá eitthvað skemmtilegt að tala Já. Og gleðist ekkert að tala. En við vonum að þið njótið fulla tunglsins á 50-daginn. Já. Og leyfið gleðinni að taka yfir og könnuninni og svona þessari bóðmannsorku. Já. Njótið. Það verður dásamlegt. Já. Njótið vel. Takk fyrir.